sæl og velkomin í samantekt frá fjórðu umferð á Íslandsmótinu í skák. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson og með mér mættur skólastjóri Fjárskólans og fíldumeistari. Já, Björn Karlsson, já, gaman að sjá ykkur. Velkomin til leiks. Við ætlum bara að vinda okkur í þetta og hefja leikinn á skák Hannesar Hlífars og Hilmis Freys. Þeir voru jafnir eftir fyrir umferðina. Já, báðum fullt hús og talsverð spenna í aðdraganda þessar skákar. Já. Ég var hérna staðsettur á skákstað upp að skákarnar og maður skynjaði svona spennuna í loftinu. Já, Hilmi er búinn að vera ansi góður undanfæri, búinn að vinna 9 kappskák í röð fyrir þessa skák. Já. Svona gaman að sjá hann svona komast aðeins í gírinn, búinn að vera svona upp og niður hjá honum undanfærin ára, virðist vera komin í ágætis stand núna. Heldur betur. Þeir hófu taflið með riddara finnur 3 og fá hérna nokkra leiki. Hérna eftir, já, C4, þetta kannski staða sem geti komið upp eftir Grönfeldsjörn, ekki sett? Já, mitt. Fían Tjetto Grönfeld. Fían Getto, fyrir ekki. Fían Getto, já. Já, það var stundum, þú veist, ef að hvítur drepur á DF5 og svartur drepur með peði samhverfa staða og svona mörgum finnst það óspennandi, en... Já, mér fannst þetta svona fyrsta augnablik í skákinni sem ég svona stoppaði við. Hann drepur henni með riddara, sem alveg fínn leikur. Einmitt. Það fannst mér gefa út í kynna að Hilmir var tilbúinn í svona smá barátt. Hann vildi ekki drepa með peði sem alltaf mjög traust og fá hann samhverfa stöðu. Það er kannski svona stöður henta Hannesi betur, hann er góður í svona pósunum eins og það segja. Akkurat, mér finnst þetta hjó eftir þessu líka. Þetta er fyrsta ákvörðun í rauninni fyrir Hilmi og mér finnst hann taka svona bara sýnir smá kjark með þessari ákvörðun. Hann til í stöðu með lífi. Aha. Svo framhaldið teflar hann svona, já, hvað sé ég, svolítið förmulega á drottningavagnum. Riddari A3, biskupinn kemur A6. Það leikur hrókur A7, hvað ætla að hugsa hérna? Já, lítur að það var séð fyrir sér að sveifla hróknum yfir á... Koma hróknum á D-línuna og... D-línuna undir einhverjum hugumstað. Pressu hérna. Kannski líka tímabundið það erfitt að koma sér riddara út, þannig að kannski svona reyna að skauta framhjá sér riddara sem er á alltaf peð. Já. Þetta sést allt, en ok, hrókur eftir T1, þá kom riddari B4, riddari C2 og hérna C5 hjá Hilmi. Og hérna tölvurinnar eru hliðhollar í hvítustöðunni en það er svo sem mikið líf í stöðunni, mikið af mönnum minna og þetta er kannski það sem Hilmi vildi að hafa svona ákveðna flækjur í stöðunni. Já, hann hlýtur að vera tilbúinn að taka kannski smá séns og koma Hannes í stöðu sem að Hilmir hefur metið að væri óþægileg fyrir Hannes. Já. Miklar flækjur, miklar útreikningar. Það myndi treysta Hannesi betur að fara í svona tæknilegri stöðu. Hérna tekur Hannes á B4 og hér hefði verið best að leika einhverju leik eins og D5 með biskup H3. Biskup H3 sem stoppar hrókur D7 og D5 svona gerir tilraun til að, já, svona halda sterku peða á D-línunni, kannski valda með E4 eða þart og svona. Og svo tefla stöðuna, en hann tekur hann á C5 og nú er þetta svolítið svona sletti og svolítið konkrít. Já. Kemur hann á hrókur D7 og hérna tekur Hannes svolítið stóra ákvörðun. Heldur betur. Hann hefði getað leikið leik eins og drottning C2. Já. Þegar taflið er bara svona, ég skemmtilegt að segja dínumistjápa hefur. Já. Klassískt. Einmitt. En hann ákveður að fórna hérna drottningu, drottning D7. Og hvað er hann að spá hérna? Þetta er mjög áhugaverð ákvörðun en við sjáum náttúrulega að hvítur hrókarnir á síða D-línunni eru gríðarlega sterkir og hvítur mun fá hættuleg þrípeð þegar hann drepur með peði á D7. Já, Hilmir náði sér peði hérna B2 sem er mikilvægt því að í framhaldinu þá var hættan svolítið ógn í mörgum variantum. Já. Tilbaka og C-drepur D7. Og við sjáum að þetta peði nú reyndar, já, það er ógna sterkt. Hilmir verður aðeins að fara svona, já, í varnarstellingar hrókur F8. Já, einmitt. En... Og því ég var að fylgjast með þessu svona við fyrstu sýn án þess að hafa tölvumat í gangi eitthvað slíkt, þá hugsaði maður bara með hvíta hrókina á C2 áðan. Hvíti þarf í rauninni ekki neitt nema bara hóta svörtu drottningunni og peðið veður upp og hvíti fær vinningsstöðu, það fær hann ómikið lið fyrir drottninguna. Til dæmis ef hann hefði tíma fyrir ykkur á svona leiki. Já.
En þetta dýrmæta peð Já. sem að Hilmir drap á B2, það býr til svaka tromp úr svarta peðinu. Þannig í mörgum afbrigðum þá var þetta svarta peð á B4 svona einhvern veginn laust svarts við vandamálinu. Já, hann lúrir hérna, biskupin lúrir líka með þetta E2-peð í sektorinn svona Já. með þar. Hann hrókur C2 D2 og kannski ekki fullkominn leikur, en staðan bara, hún flókin hérna og hérna fékk allavega samkvæmt tölvunum Hannes smá séns, en vorum sammála að ólíklegt að menn sé að sjá eitthvað svona. Riddari E5 var besti leikurinn hérna, hóttar þá Riddari C6 sem talar að koma drottningunni frá þessi reit. Það skulle byrja sér einleikurinn. Já, og þá vill tölvan bara taka hérna G6, hvítur fara fullt af peðum og þetta tromp hérna ansi erfitt að eiga við. Já. Allavega getur hvítur sett tölvöld að pressa á svartan með hrók og 3 peð fyrir drottninguna og svartan svo bundið niður að... Drottningi bundin, það tekur tölvöld tíma að svona manuvara kalla hann til að valda þetta almennilega. En þetta áhugavert en nokkuð ólíklegt eins og ég heyri reyndar frá Hilmi sjálfum eftir skákina, hann sagði bara nói, sko. Þannig að E6 var kannski ekki góður út af því, út af þessu dreifumleik, en eftir biskup D6 þá verða hérna kaup og aftur B-peð skipti öllu máli því að hann að fórna því og losna þetta D-peð. Og nú bara komið endatafl þar sem að Hilmir með bara svona 2 úrslita taflmennsku. Getur ekki tapa, hann tefla upp á að ná að vinna, Hannes bara tefla upp á að redda jafntefli. Já, einmitt. Og þetta svona, þetta kannski ekki alveg ljóst, það ekkert ljóst hvernig svartur á að brjóta þessu í gegn eða eitthvað. Nei, það blasir alltaf ekki við, en það auðvitað að svartur getur reynt að setja pressu til dæmis á skálunni A8 og G, H1, eins og hann svona stilla biskupnum sínum upp á. Hilmir þetta gerir mjög vel hérna, hann skynsamur hérna, hann tekur enga stóra ákvörðun þarna í næsta leikjum vegna þess að hann tekur á tíma. Já, við erum 35. leik og hann svona aðeins bara að stokka mennunum fram og tilbaka, þetta er mjög skynsamlegt, sammála því. Og hérna nær hann tímamarkunum, hrókur biskup A2 og núna fær hann smá tíma til að hugsa um. Þetta endurtekur stöðun einu sinni og hérna komið tíman og byrjar að hugsa um. Og hérna náðu svona aðeins að stríða Hannesi með því að fleygja þessu E-peði framborðið og það var lykillinn að sigrinum. E5, E4 og E3. Hann að búa til veikingar hérna á kóngsagnum. Hérna hefði verið sterkara, hann lék hérna G5 sem fínn leikur. Það hefði verið sterkara að drepa fyrst hérna, ekki? Já, taka fyrst á F2 og þvinga þá kónginn svona aðeins. Já, kónginn svolítið shaky hérna svo slettum, svo G5. Hvítið þarf að hafa sig alla við til að vera í þessu stöðu. Ég held að vörðin hafa verið aðeins auðvildari hérna eins og það teldist. En já, hérna held ég nú að það væri eitthvað töluvert eftir að skákinni. Já, það heldur það flestir að Hannes ætti svona von að ná ákveðinu svona virki fortress. Að í rauninni bara bíða og gera ekki neitt og láta Hilmir sýna sér hvernig hann ætlaði að komast í gegn. Það er ekkert alveg ljós hvernig svartur fer í gegn. Lykillinn hlýtur að vera ekki starra í þessu veikingum hérna en það töluvert í land, við þurfum kannski búið til fleiri veikingar og svo reyna að koma drottningunni inn. En hérna leik Hannes bara skákinni frábært af sér, kannski orðinn þreyttur eftir langa vörn. Biskup H3. Og kannski bara gleymi sér að þetta E-peð allt í einu verður. Já, þetta er svona, þetta er eitthvað sem var ekkert í boði, sko. Biskupurinn bara vera F1 núna heillengi, sko. Svo færir hann og þá allt í einu gafst upp eftir þennan þar sem að þrókuðu með D3 og svarar með drottningur og þetta peð verður að drottningu. Já, mér finnst Hilmir sýna bara mikil styrkleikamerki í þessari skák. Hann var náttúrulega búinn að vinna 3 fyrstu skákirnar en að vinna Hannes með svörtu er mjög stórt. Já, mjög stórt. Og menn hafa líka talað það í svona móti landsliðsflokki að byrja vel, gefið þessu mikið aukið sjálfstraust og sýnir öðrum að þú ert í toppformi. Þannig að þetta er öðruvísi með opnu móti. Já, ég held að hann hafa líka gefið honum gott að taka þetta bossmót, ná 5-5, ná sjálfstraust, ná í skáki réttur mót, er í góðu formi. Og og það eiginlega svolítið honum að þakka, hann stakk upp á þessu format sem höfðum. Hann eiginlega, þetta var flokk, þetta var alveg skákir. Mætti svo bara vanna það. Mætti svo vanna það. Herðu, þá var hann Guðmundur Hjartarson og Lenka og Testnikova. Guðmundur var hálfvinningi eftir Hannesi og Hilmi.
og við fengum hérna enska leikinn Symmetrical, eða samhvert þannig að þessi leikur E3 og merkilegt nokk þessi staða hérna hún kom líka upp í skákinni hjá Vigni og Bárði í þessari umferð og eins og þú bentir á í skák Jóhanns Hjartarsonar og Hilmars Freys fyrir nokkrum árum í Hafnarfirði sem Hilmur veit vann. Þetta svona margfalt síðustu árum þetta afbrigði með eins og til dæmis Maxime Asela Graf hafa verið að verja þetta með svörtu mikið og mér sýnir svona menn vera að fara rök fyrir því að svartur getur barist fyrir tafljöfnun, tefli svartur rétt. En mér sýnist þú að með þetta hérna hjá okkur að það séu vantelt á svartan. Virðist vera, já. Hún lenka leikurinn á D6 tölvurinn eru mjög bara ekki sátt á við og hvítur fær ég ætla að reyna að segja ekki hann sko big advantage sko far miklu leiðið mér hérna big advantage for white, yes hann skálsóttur biskupinn lenka leikurinn á D5 en það sem gerist einfallega er að Gummi bara tekur á D5 biskup B2 og það endar alltaf á að þessi spenna þarf einhvern veginn að leysast og þegar það er búið að leysa hana þá situr svartur uppi hérna með bara bakstað P og D5 þetta hefur verið mjög þægilegt að hvíta hann bara hrókar og stillir upp á D-línuna H3 í staða svartan frekar svona leiðileg stað fyrir svartan að tefla ekki vonum mikið lína að bara bíða og sjá hvað gerist svolítið að reyna að hanga bara stöðinni Gummi hrókar, fer á D-línuna og H3 ég myndi að þetta ekki en þetta er bara eðlilegir leikir þannig D2 Þannig fer lengur bara í aðgerð til þess að reyna að losa sig undan þessu öll saman. Sá kannski fyrir sér að sitja í einhverju leiðilegu stöðu þar sem að hvítur bara byggir upp og vinnur þetta P þannig hún sá sér leika að borða að losna þetta P en vandamáli kannski það að fórnarkostnaður var aðeins svo mikill þetta eru þvingaði leikir, þetta er B5 og nú fellur bara þetta A-sjöp eða hún hrókur D7 gengur ekki þegar þú þarft hérna reit fyrir rittaran kemur biskup A3 þannig að P bara fellur hrókur D2 að svara með hrókur C8 skák biskup A3 þetta er D7 hérna kemur hrókur D8 skemmtilega leikur bindur hrókin svolítið vinna rittara nú hótun að drepa á F8 og hrókun og valdar á D2 biskup F8 bara hótun stöðinni lenka skákaði og leikur hrókur D3 og valdar hrókin en þá hefur Gummi tíma til að týna þetta P og A7 og þetta er eiginlega bara unnið taflina eftir þetta við erum hérna í 27. leik þetta er svona jaðra við að svartur getur bara gefist upp hérna við sjáum að hvítur hann kemur bara að stjórna á þetta P og við fyrir bara hægt við sögu þetta gólum tafl þessi 2 P þannig að drottningangunum þau bara réður úrslitum Guðmundi leiðist nú ekki að nei, hann tók sér alveg tíma og dólaði sér svolítið í þessu hefur gaman endar hún en loksins kom ekki hérna í 50. öðru leik en fengt sigur af Vigni, nei þetta er ekki Vigni, þetta er Guðmundur fengt sigur af Guðmundi sem að hangir það hálfvinning eftir Hilmi en ég ætlaði að fara næst í Vigni sem að var lífsnauðsynlega að ná í sigur til að halda sig við toppinn hann fór líka í þetta afbrigði og Vignir hafði mjög gaman að því að þeir voru að tefla hlið við hlið í salnum. Þú varst ég var að verða fyrir mig hvort að það hefur verið svona að kíkja. Hvað voru svona var við það og voru svona að horfa á borðarna sem Vignir hafði mjög gaman að þessu sko. En Bárður breytir út af frá hann leikur H5 sem er andrýðisleikur. Ég þekkir eitthvað svona inn á það. Er þetta eitthvað svona það er í ýmsum stöðum hvítur hótar ýmsum stöðum að leikur bara réttilega G4 og grafa svona undan þessu peði. Þannig að hann ekki bara stoppa það fyrst og fremst eða hvað? Já, ég held að meðal annars og svo sumuleyti kannski einhvers konar biðleikur líka og sjá svolítið hvað hvítur vill gera. En já, ég held að sé að lykilatriði fyrir svartan að valda G4-inn að í einhverjum tilfellum ef ég ímyndum okkur að svarta rittarinn væri horfinn af C6 þá þarf ekki nefn bara að hóta þar að segja eftir H5 hjá svartum ef rittarinn væri ekki á C6 þá þurfa ekki nefn bara að hóta hóta D6 hóta rittarinn á F5 þá á einhver reyti. En ok, biskup E2 og hérna fer hann eiginlega bara strax út af spórunum með ellu og leik. Drottning C7 virðist vera rétti leikurinn samkvæmt tölunum sem að töluna segja 0,0 en ég hélt einmitt að svona kjarnin í þessu afbrigði fyrir svartan væri í mörgum tilfellum að
drepa með DP á C6 og virka þannig biskupinn á C8 Já, en ekki fá þessi peðastöð á miðborðinu eins og Löngalett í skákina á undan. aha, já. Þannig að eftir drottning C7, til dæmis uppskipt á C6 að taka það með DP, hélt ég að væri svona einu á hugmyndunum. Já. Kennst biskupinn F5 og svona. Dróning sé sér kannski bara setja press á F5 reyna að þynga kaupin, kannski hugmyndin. En ok, biskup E7, en þá kom hérna stöðutrókun og kannski þessi leikur sem var líðlegastur, kannski setur upp D4. Þetta léttur á mikið stöðinni, pressunni og hvítur fær mjög fína reyti fyrir hennar svarta þetta biskup og verður eiginlega alltaf aktífur. Það var að kaupa C6, biskupinn á 5 og nú kemur þetta H5 svona aðeins í baki á svörtum sem kannski vill hróka en þá var þetta peð onni. Já, einmitt. Leikur biskup F5. Vignir opna tablið, Vignir er búinn að koma mönnum sem mót og hróka. Svartur er með kóngina með brunn, þannig að þetta er bara mjög rökrætt taflmennska. Tekur á 1-4. Hérna verður kaup og Vignir skiptir upp. Hérna átti Bárður að hróka saman tölvunum. Gefa bara peð á H5 og farið virka menn. Til dæmis eitthvað svona biskupur H5, dróning G5, skákar E3, kemur hróka á E8, er með svona virka stöðu og er eitthvað kóng. Og þetta var kannski það sem að reiði úrslitum. Kóngur fór F8 því hann vildi halda í eitthvað H-peð. Já. Og við sjáum bara í framhaldinu, Vignir drepur teflut af krafti, virkir hinhrókin, hann kemur fljótlega á E með tempói. Og þungumennir bara taka við stöðuna. Það er vel allir leikir bara með tempo og unnum að Vigni þannig að frumkvæðið flæðir bara. Já. Kóngur E6, þetta er allt svona kraftaleikir, setta hrókin, setur á peði, setta drottningun á það. Hérna fyrir hann hrókur E3, hann fyrir tilbaka og þá var hann búinn að dobla hérna. Hann þarf að veikja sig og hann má taka hérna sem er ansi skemmtilegt. Sjáum að kóngur G5, fyrir G7 þá fáum við sláttuvélamótið eins og við kalla það, lónmúrum eitt. Og ef hann fyrir E7 þá tapar hann drottningunni eins og gerast í skákinni. Og já, hann með 3 peð hérna yfir hann Vignir og kóngur er nánast í mótnandi þannig að Bárður gafst upp. Þetta var skemmtileg taflmennska hjá Vigni, kraftaleg taflmennska. Já, vel klárað, mjög klárað. Og já, hann er tefla, kannski svona vonandi að finna sig og við fáum skemmtilega lokabaráttu. Já, það stefnir allt í það. Við skulum Dagur svona reynir að halda í vonina, hann byrja á góðum jafnteflum móti sterkustu mönnunum en var kannski dýrt jafntefli í síðustu umferð og hann varð eiginlega að vinna þessa skák til að halda einhverjum sénsum. Það móti Birni Hólm og hann tefli svona kóngsindverska árás uppstöldingum með hvítu hérna. Já, hann er verið að gera það bara með ágætum árangri. Og eftir svona krókalegum þá fáum við upp broddgoltinn, það er broddgoltsrafbrigði svo kallað. Þessi uppstilling eins og við höfum hljóðum ykkur tjóna það nefnt eftir broddgelti, Herzog, sem býtir frá sér hérna á 5. rautaröðinni. Það er allt valdað. Og þetta er svona, nokkuð hefðbundin staða. En hérna hættum við eins og sammála að Björn Hólm gerir þessi sekar og svona smá hálfþækkingu. Já. Leikur hérna biskup D8. Setur biskupinn á C7. En að mínum að það á ekki við í þessari stöðu út af þessu peði hérna. Og þetta er eftirminnileg skák hjá Guðmundi Kjartanssyni gegn Heiðni Steingrímssyni. Akkurat. Það sem að hér var með peðin sín svona. Já. Þá er miklu meira partí hérna fyrir svartan og þessari skálum ykkur hótanir. Já, þannig að á miklu betur við á síðustu eftir að svartan er að opna tabli með D5 og akkurat. Lifna meira við þar. En hérna, þú veist, D5 gerir ekkert neitt núna. Þetta er bara orðið granít sem hann býtur í þessi biskup hérna. Þetta er bara tímatap og Dagur, hann fann að þetta var ekki alveg að gera sig og fyrir kóngsókn. Þá kemur kannski daginn að þessi biskup heima á kóngsóknum til að verja kónginn. Já, nefnitt. Og hérna fer hann eiginlega úr öskunni eldin E5 sem að tónar engan veginn með þessu batteri. Nei. Og veikir F5-reitinn. Og já, eftirleikunum var eiginlega bara auðveldur fyrir Dag. Þetta var yfir bara staða, sóknin flæðir, mjög auðveldlega. Og þetta var eiginlega bara svona spurningum að finna svona flottustu vinningsleiðina úr þessu. Já. Kom hérna skemmtilega leikur til F6 til að opna allt. Þetta er H6 skák. Hann fór tilbaka.
og svo kom bara smá fréttablaðsfílingur hérna fyrst upp í EFM út af þessari skákkenna, það má ekki drepa með drottningu, riddar má ekki drepa út af þessum og hrókudrepur svara með hrókudrepur D8 og aftur kemur þessi riddarækafall inn í spilið. Já, smekklega gert hjá Degi en kannski Björn hjálpa hann aðeins með einhverjum. Já, það vantar greinilega eitthvað reynslu í akkurat þessum peðastruktúr. Það var bara eina skáka eftir. Hún var skemmtileg engar síður. Það var Hörli H. Jóhannsson og Björn Þorfinnsson fyrir bara hratt í kritísku stöðuna, það var skáskileikurinn. Örn hefur komið aðeins á óvart með að leika hann er ekki vanur að gera það. En Björn teflir þetta hratt eitthvað síður, hann er búin að virðist hafa verið vel undirbúinn í þessu móti, kannski smá blanda af svona bluffi í og með. Skal ekkert það segja. En Björn er náttúrulega búin að leika EFM bara síðan hann var barn. Já, hann þekkir nú hann skálskræðingur áttin. Hann teflir hérna, við sjáum 1:29 klukkunni, teflir þetta saman hratt. Já, 46, þangur til að Örli og leikur hérna biskup D2. Og við fyrstu sýn þá virðist nú bara vera baneitra peði hérna eftir biskup C3 og onni á G7. Sammála því. Ef Björn tekur hérna, 45 mínútur og drepur þetta peð. Sem tölvunum ekki sátt að við. Nei. En eitthvað hefur hann séð, því við láðum sem reynilega að spurja, það hefur gaman að vita hvað. Já, ég komst að því eftir skákina svona hverju hann misti af í útreikningunum. Ok. Ég kannski farið yfir það. Já. Örli og leikur sem C3, hvað annað, drottning C2. Og hérna er þetta besti leikurinn og veistu hvað hann ætlaði að gera hér? Já, þess að hugmyndin, sko við sjáum líka ef við getum farið, já, tilbaka hérna. Sko þessi biskup á C3 og valdar drottningunni á F3. Þannig að manni gæti dottið í huga að vera hægt að drepa hér. Ha? Á takum C2 og B3, við mistum að þetta D2 eða? En þetta er svona vofir yfir. Já. Þannig að drottningin bindur þetta svolítið saman. En drepa hér og leyfa drápið á G7 held ég að hugmyndin hafi verið að leika biskup Gunnar 4. Já. Með hugmyndinni drottning G4. Biskup eftir með mát. En hvað gerir hvítur hér? Já, hann mistaði þessu. Okkur grunnaði það er hrókur C1 eða ekki. Hrókur C1, já. Mikilvæg leikur. Þeir hljóta eiginlega bara báðir hafa mistað þessu. Ef Bjössi hefur mistað þessu og Örn ekki farið í allar flækjurnar, hlýtur að mista eitthvað svipuð líka, án þess að ég viti það sko. En þetta er auðvitað mjög óljós og óræð stað að vera með í kollinum. Já. Það er kannski svolítið eins og ef við förum áfram eftir drottning C2, hann drap ekki á G7, hann tók sér tíman, hann fyrir 1:04, tekur sér hálftíma, eða meira en hálftíma hann Örn. Einmitt. Og tekur ekki á G7. Kannski hefur hann treyst. Bara treyst byrni. Ég skal ekki segja sko. En þetta lítur biskup C4 vel út, hann hótar þetta á F7. Hann hótar þetta á F7, fljótur að róka, hefur klárlega bætur hérna, þannig að ég er búin að gefa nokkuð peð. En Björn er að koma riddarann út, blokka drottninguna frá því að komast á F7. Einmitt. Og hvítur hefur ekki tíma til að taka F6 þegar við erum onni hérna á C4 í einhverjum stöðum. En hérna var Bjössi kannski fljótur að taka yfir núna. Riddari H5, kannski ekki besti leikurinn en hann er svolítið einfalt á tablið. Og hérna hrókar hann og var búinn að sjá að hann getur svarað F4 með riddari F6 millileikur. Já. Og hérna er hann bara komið í bara tabl. Já, nú var allt bara búið. Hvítur reynir eitthvað sprikl en Bjössi var bara komið gott kontról hérna, gefur eitt peð tilbaka og svo fara að skipta mér inn eftir G6 svona skemmtileg leikur og restina þarf hann ekkert að skoða, hann vann þetta nokkuð auðvitað alltaf mikið lið ok, þetta heldur ekki áfram en þetta er auðvunni tafl á Björn. Ég var samt að hrósa Erni Leó fyrir að fóra að taka slaginn í F4 vegna þess að það hefur verið svona akkilesarhæll í hans taflmennsku, hann hefur fengið gagnrýni á sig fyrir að tefla hvað maður að segja, byrjanir sem að gefa ekki mikið frumkvæði. Já, kannski svona. Því hann er hörku skákmaður þegar hann kemst í hérna stöðuna sína sko. Já. En að þóra að taka slaginn í F4 og bara hrósa á Örli og þá hann hefði tapað sko. Já, ég held að það sé svona næsta skref hjá hann að fara
svolítið að reyna stúldur að vel og þá er hann stórhættulegur skákmaður Hörku sem hann skákmaður. er nú þegar sko. Sérstaklega bara svona baráttuglaður í endatöflum og segur í vörninni og hann bætiði sig hínu sko. Það Já. var frábær. Hann er frábær. En herru, já, við ætlum hérna svona að fara að segja þetta gott af þessari yfirferð og já, við fórum hana yfir úrslitin, það voru vinningsskákir á línuna, Hilmi Freyr náði Hannesvelli, skemmtilegri skák, tvísýnni, Guðmundur náði í sigur gegn Lenku, svona tiltölulega álslösan eftir svona, fekk svo góða stöðu á byrjunni og Vigni líka móti Bárði, þetta afbrigði þarna sem við teltu, Já. gefa vel. Dagur mikilvæg sigur líka til að svona halda sér í grennd við toppinn og Björn, já, góð sigur í honum. Hann að sjá við stöðuna, Hilmi Freyr með 4 vinninga, Guðmundur Kjartansson 3,5 og svo koma Vignir og Hannes með 3. Dagur svona lúgur með 2,5, álöf séns ennþá. En næsta umferð, þetta er bara skemmtileg prógram með Hilmi, hann fær alltaf næstasta mannin, hann fær Guðmundur Kjartansson á morgun með hvítu. Það er skákið sem að mann munur svona fylgjast mest með og svo þurfa þeir Vignir og Hannes að ná við sigra með svörtu, Dagur þurfti að vinna með svörtu líka og svo kemur svona smá botparti skáki á Birni Holm og Erni Leó, hvor er skák, hann vonandi breytist morgun. Já. En já, herru, ég segi þetta bara gott. Takk fyrir innlítið og takk svo síðan.